Komið sæl, í dag hefur verið suðvestlæg átt á landinu og bjart veður austanvert landið þar sem hitinn komst hæst í 13 stig en vestan til á landinu frysti lítilsháttar síðastliðna nótt og mest 2 stig á Patreksfirði. En vindhraðinn var að ná upp í 16 og 19 metrar á sekúndu núna miðjan dag á Holtavöruheiði og Ingólfshöfða. Og veðrinu hjá okkur stýrir þessi smá lægð sem hér á Grænlandssundi og til morguns þá færist hún heldur fjær okkur þannig að það dregur smám saman úr vindi en hann snýst í norðlæga átt með strekkingsvindi allra austast framan af degi á morgun en svo lægir og léttir víða til hjá okkur þegar við fáum hér hæðarhrygg yfir landið. Og á hitasviðinu ekki mikla breytingar að sjá, það má reikna með að verði tiltölulega svalt hjá okkur, hitin að deginum svona frá 1 og upp í 9 stig en svo annað kvöld þegar lægir og léttir til, þá útlit fyrir það frysti allvíða. Og ef við skoðum hér vind og úrkomu í kvöld og fram til morguns, þá dálítið úrkomusvæði hér við suður- og suðausturströndina, en þegar líður á nóttina þá fjarlægist það og léttir til sunnanvert landið, en norðan til koma dálítil él inn á landið. Og háti á morgun verður staðan þessu lík norðvestlæg átt hjá okkur, strekkingsvindur við norðaustur og austurströndina en mun hægari vindur bæði sunnan og vestan til. Léttskýjað að mestu leyti hér allt sunnan og vestanvert landið en skýjað með köflum framan af degi á morgun og dálítil él eða slydduél á norðaustur og norðurlandi. Og hitinn svona rétt frá 1 og 2 stigum fyrir norðan upp í jafnvel 7-8 stig sunnan til. En svo seinnipartin á morgun þá lægir og léttir víða til og staðan á sólinni þannig seinnipartin á morgun að hún verður á svipuðum stað og í almyrkvanum 12. ágúst þannig að það að gera að átta sig á því hvar umhverfið á morgun til að undirbúa sig fyrir sólmyrkvan. En svo seinnipartin á morgun og fram til laugardags þá þykknar aftur upp hér vestanvert landið og það kemur dálítið skýjabakki og jafnvel einhver úrkoma inn á vestanvert landið framan af degi á laugardag en austan til verður aftur léttskýjað og miðjan dag á laugardag verður suðvestlæg átt hjá okkur, strekkingsvindur vestan til en hægari austan til og hitinn áfram svipaður hjá okkur yfir daginn en vægt frost inn til landsins og svo fram til sunnudags þá gert ráð fyrir því að það verði úrkoma með köflum nóttina en svo fram til sunnudags þá snýst hann aftur í norðanátt og léttir víða til og á sunnudaginn útlit fyrir að verði fremur róleg breytileg átt hjá okkur, víða léttskýjað og hitinn svona frá 3 og upp í 10 stig. Og á mánudag sama saga upp á teningnum, áfram norðlægða breytileg átt hjá okkur og víða léttskýjað en einhver él þó eða slydduél með norðurströndinni. En ef við lítum svo yfir til annarra landa í Evrópu þá útlit fyrir að verði nokkuð bjart og fallegt veður víða á Norðurlöndunum, hiti svona frá 15 og upp í 20 stig allvíða og sömu sögu að segja miðbikálfunnar. Það útlit fyrir að verði víða bjart og fallegt veður á morgun en einhverjir skúrir hér suðaustan til og eins verða einhverjir skúrir á Spáni, sérstaklega þó með austurströndinni og yfirleitt þurrt og bjart hér á Portúgal og Suðurspáni. Og á Kanaríeyjum gert ráð fyrir að verði skýjað með köflum og yfirleitt þurrt á morgun og hitinn svona rétt í kringum 20 stig. Og í Norður-Ameríku að sjá að það verður lægðasvæði hér yfir vötnin miklu, mikið úrkomusvæði hér yfir Suðurríkjunum en sólríkt í Los Angeles til að mynda. En hjá okkur gert ráð fyrir að verði norðlæg átt á morgun, dálítil él með köflum eða slydduél norðan til framan af degi en annars léttskýjað og svo lægir og léttir til allt land þegar líður á morgundaginn. Verið sæl.